Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Hún Selma lögreglukona horfin á braut, en þessu næst ætlum við að ræða sykursýki. En það stundu talað að sykursýki sé sjúkdómur 21. aldarinnar. Árún, hvers vegna talað að sykursýki sé sjúkdómur 21. aldarinnar? Það nú sennilega vegna þess að aukningin á tíðni sykursýki hefur verið svo gríðarleg. Og í síðustu viku kom nú bara út skýrsla frá alþjóðlega sykursýkisambandinu og þar segja þeir að árið 2017 núna séu 425 milljónir manna í heiminum með sykursýki. Og það alveg gríðarleg aukning. Og svo vilja þeir meina að rúmar 300 milljónir séu ógreindar með sykursýki. En svona stutta spurningin, hvað sykursýki? Sykursýki í raun og veru það að það greinist of hátt sykurmagn í blóði einstaklingsins. Og það eru þá 3 gerðir í raun og veru. Það tegund 1 sykursýki þegar að brisið hættir að mynda eða framleiða hormónið insúlín. Síðan það tegund 2 sykursýki sem að fólk heyrir tala sem eldri manna sykursýki. Og þá gerist það í líkamanum að það verður skert insúlínsframleiðsla, það hættir ekki en hún minnkar, en aðalega verður þetta viðnám á insúlíninu út í líkamanum þannig að líkaminn á erfiðar með að nýta sykurinn. Borghildur, þú ert næringarráðgjafi við sjúkrahúsið á Akureyri. Þeir sem greinast með sykursýki þurfa í öllum tilvikum ekki að endurskoða sitt mataræði og sinn bara lífsstíl almennt. Jú, það rétt. Þegar fólk greinist með sykursýki þá beinist náttúrulega athyglin svolítið að mataræðina því að mataræði hefur heilmikil áhrif á það hvernig gengur að meðhöndla þennan sjúkdóm. Hann greinist eins og Árún sagði það hækkaður sykur í blóðinu vegna þess að sykurinn kemst ekki eðlilega leið inn í frumurnar til að nýtast þar sem orkugjafi. Þannig að hann að hringsóla svolítið í blóðinu og meðferðin felst í að koma á jafnvægi á milli sykurmagns í blóði og svo þá þess sem við borðum sem að gefur sykurinn út í blóðið og svo hvernig hann nýtist inn í frumurnar. Hér áður fyrir var sykursýkisfæði sérstaklega skilgreint en í raun og veru það ekki lengur í dag. Það er lögð mikil áhersla á að þeir sem eru með fólk með sykursýki að þeir borði bara hollan mat og hann í engu frábrugðin ráðleggingum mataræði bara fyrir almenning og ástæðan fyrir því svolítið svo að ráðleggingar heilsusamlegt mataræði fyrir almenning þær beinast að stórum hluta til að létta álaginu á líkamann og minnka þessar yfirspennur á kerfinu sem að það veldur að borða óhollan mat. Þannig að þetta fer mjög vel saman ráðleggingar heilsusamlegt mataræði fyrir almenning og svo þær ráðleggingar sem að flestir sykursjúkir, það að segja típu gerð 2 sem langalgengasta formið, með. Reyndar gerð 1 þar sem að fólk reynist með þar sem brisi hættir að framleiða insúlín og fólk þarf í öllum tilfellum að sprauta sig, að þá eru ráðleggingar í sjálfu sér ekkert frábrugðnar því heldur. Þetta lífsstílssjúkdómur? Já, eða tegund 2 sykursýki lífsstílssjúkdómur og það bein tengsl á milli ofþyngdar eða offitu og tegunda 2 sykursýki. Það bara línulegt samband. Og það sést vel á Íslandi þar sem að þjóðin hefur verið að þyngjast að þá greinast fleiri með sykursýki tegund 2. En síðan vil ég líka koma því að sykursýki á meðgöngu, hún að aukast gríðarlega hér. Og það slæm þróun og það líka tengt því að konurnar okkar að þyngjast. En hvernig getum við komið í veg fyrir að svona margir greinist með sykursýki? Þarf þá ekki nánast bara að byrja strax í grunnskóla eða bara nánast við fæðingu? Það þarf að breyta svolítið viðhorfum okkar allra, bæði til hreyfingar og mataræðis. Það þarf að hvetja krakkana og síðan fullorðna fólki til að hreyfa sig meira.
og það talað að hreyfing eigi að vera þáttur í meðferð fyrir fólk með sykursýki og svo líka þessi ef að þú greinist með forstig sykursýkinnar þá getur þú komið í veg fyrir að þú fáir sjúkdómi með því að breyta lífsháttum þínum og það beinist mest á hreyfingu og breyta mataræðinu. Því að almennt hollt mataræði mjög mikilvægt og það mjög slæmt að sjá alla þessar nammi bara út allt. En Borghildur, þeir sem eru að greinast eru ofta á tíðum fólk sem komið á efri árin, eru búin að tileinka sér mataræði og ákveðin lífstíl. Hvernig gengur þér að fá fólk til þess að breyta allt í einu mataræði? Það gengur að sjálfsögðu misvel. Sumir eru mjög móttækilegir og eru jafnvel bara orðnir hundþreyttir á þessum lífstíl sem veldur vanlíðan og þreytu og svona, kannski ekki mikilli ánægju þegar upp staðið þó að þetta sé skammvinn ánægja. Fólk finnur oft mjög mikla breyting á líðan, þar sé að þegar sykursýkin meðhöndluð, þegar sykurinn byrjar að lækka sem kannski búin að vera hækkaður mánuðum og jafnvel árum saman getur þessi og árum saman getur þetta forstig búið að vera að malla í líkamanum. Að sumum líður bara mjög vel þegar upplifa það allt í einu slenið og þreytan og svona þessi einkenni sem þessi almennu einkenni sykursýkinnar renna svolítið af og fólk verður svolítið frískar í höfðinu. Og jafnvel tekur þannig að þetta svona svolítið annað tækifæri í lífinu bara og svona stekkur svolítið inn í bara stórkostlega breytingar á sínu og oft eru það ekkert endilega mikla breytingar. Þetta oft kannski bara spurningin auka svolítið við grænmetið og hætta svolítið að kaupa gos og fara út í göngutúra þannig að þessar kannski tiltölulega smávægilega breytingar geta gert mjög mikið fyrir líðan og heilsu. En svo náttúrulega stór hluti sem bara gerir ekki neitt með það sem maður segir og það vaninn svo sterkur að hann eiginlega í mörgum tilfellum það þarf mjög mikið til að breyta þessum sófavenjum okkar. En hvernig með fólk almennt, þú talar að sjúkdómurinn getur verið undirliggjandi, hvað með mælingar, það kannski þannig að fólk með sykursýki en veit ekki af því? Já, það getur gengið með sjúkdóminn í mörg ár og þess vegna núna í þessari viku þá alþjóðadagur sykursýkinnar sem 14. nóvember sem fæðingadagur annars þess sem fann upp insúlínið. Og það víða verið að bjóða upp á blóðsykursmælingar landið og síðan hægt að fara í apótek. Flest apótek á landinu bjóða upp á blóðsykursmælingar gegn gjaldi og ef að fólk hefur grun að það sé með þessi einkenni, það tíðþvaglát, það þorsti, það þetta slen sem Borghildur var að tala og þarna ef að þessi einkenni eru til staðar hjá fullorðnum einstaklingum þá vil ég hvetja þá endilega til þess að láta mæla sér blóðsykurinn af því að það segir okkur svo mikið. Þetta ekki málið, Borghildur, að láta mæla sig? Jú, og heilsugæslan náttúrulega og stundu oft sjáum við það þegar fólk greinist og þá sér maður kannski blóðprufi yfirleitt nokkur ár aftur í tíman og við sjáum alveg merki það að það eru byrjað að vera hækkaða blóðsykurmælingar kannski 3, 4, 5 ár aftur í tíman án þess að kannski það hafi verið tekið alvarlega því þetta svo lítil hækkun en eftir á sér maður að þetta bara þróunin. Þannig að þegar við tölum mataræði og sykursýki þá myndi ég miklu frekar vilja tala bara lýðheilsu almennt og tala hvernig getum við notfært okkur þá þekkingu sem við höfum. Við höfum gríðarlega mikla þekkingu á samspili mataræðis og heilsu og við getum gert ótrúlega mikið fyrir heilsufarið yfir ævina með því að fara vel með okkur fyrirpart ævinar af því að sykursýkin mjög skemmandi sjúkdómur, hann hefur mjög skemmandi áhrif á æðakerfið þannig að allur þessi tími sem líður frá því að þessi forstigseinkenni koma fram og þar til kannski meðferð hefst geta verið áratugir jafnvel eða allavega mörg ár og á þeim tíma geta verið komnir fram jafnvel þegar greining geta verið komnir fram fylgikvillar eins og þrengingar og skemmdir í víða líkamann í æðakerfinu þannig að þetta við gerum miklu meira gagn með því að stilla lífstílinn inn á heilbrigðari brautir fyrr á ævinni til að koma í veg fyrir þessar skemmdir sem eru svo
kvalafullar og dýrar þegar þarf að fara að beita viðgerðarkerfinu sem verður þá sjúkrakerfið, sko. Já, það að gera að fara vel með sig og hugsa sjálfa sig. Borghildur og Árún, þakka ykkur fyrir komuna og hér eftir andartak verða hljómsveitin Volta.